Mér langar að gera svolítið skemmtilegt fyrir ykkur núna. Kalkún, það er mjög vinsælt í svona stærri matarboðum. En í kalkún til að drýja hann og gera hann alltaf betri og krydda hann að innanfrá þarf að gera góða fyllingu. Og ég ætlaði að gera svona ferska fyllingu. Maður er svona stundum kannski árið leiður á þessu fyllingu sem eru alltaf eins og þessu verður aðeins öðruvísi. Ok, byrjum bara byrjunni. Það er saksaður laukur. Hann þarf ekki að vera neitt rosa fínt saksaður. Einn hvítlauksrif. Merri hann bara vel, saksa gróft yfir hann. Engifer, hann söxuðu bara líka fínt. Þetta setjum við bara í skál. Ferskar perur, það er bæði bleytu fyllinguna og gefa líka svona mjúkt bragð sem er svona gott mótsvar við eplunum. Það er bara létt saxað yfir. Það má vera frekar svona stærri en minni bitar. Við viljum að fá svona smá mósaík áferð í fyllinguna okkar. Það er komið. Perurnar út í skáluna. Við notum þurrkum epli og ef við notum bara ferskt þá verður fyllingin það blaut að hún lekur út úr kalkunum. Það er góða við þurrku epli að þau draga í sig hluta af bleytunni sem kemur bæði kjötsafanum, safan af perunum. Svo þau eru svona eða hrein snill bara til að þurrka í staðinn fyrir að nota fersk. Og í fyllingu getur það gott að nota þurrkuð epli eingöngu eða blanda með ferskum. Svona. Og svo fer ég þetta ferska kryddjurtir sem að passa rosalega vel við kalkún er salvía. Og svo er ég líka með augnað timjan. Og líka smá kóríander. Það er rauninni bara það sem hendir næst til að fá fallegan lit í fyllingunni okkur. Það er saxar. Binding getur ekki verið betri en ostur og þess vegna er ég hérna með góðan dímon sem er bæði græn og blámiglóstur og gefur þá svona svolítið milt bragð. Það er bara saman með hann er svona mátulega þroskaður. Hann saxaði ég líka í svipað stóra teninga. Það er dímon. Þá ætla ég að stytta með smá leið og taka bara svona brauðteninga. Í staðinn fyrir að vera að skera niður ferskt brauð, þá erum við hérna með meiri þurrkkraft sem að þurrkar þá safan úr. Það er bara að augna þessu, eða bara það sem að þarf. Svo eru bara lúkurnar, það er eina sem dugar. Þessa fyllingu er gott að gera daginn áður út af þannig að öll bragðin að sameinast. Þetta er þessi fallegi kalkún. Það er gott að þerra hann aðeins fyrst og ég er búinn að gera það svo hann er bara rauninni tilbúinn í ofninn og það er gott að snúa hann bara vel að sér svo maður sjái inn í hann og hvað maður þarf að setja mikla fyllingu en ein svona skál ætti að vera svona cirka í eitt svona kalkún svo það er bara að tróða inn og þetta er rauninni það sem við erum að rauninni að krydda kalkúnin innanfrá þess vegna er gott að vera með góð bragð og ef maður er með bragðlausa fyllingu þá fær maður líka bragðlausan kalkún. Það er bara að tróða. Þegar maður er búinn að fylla alveg hérna megin, þá snýr maður við. Það er gott að setja aðeins inn í hálsinn. Þá hnoðum við síðustu kúluna okkar hérna og setjum hann inn í hálsinn. Og þá erum við búin að krydda líka náttúrulega efri hlutana af bringunni. Ég ætla rauninni að gera svolítið annað en fólk er vant. Það er allir að smjörbaka og smjörvefja. Ég ætla rauninni að setja smjörið þar sem það þarf að vera, inn í bringunnar, þar sem það eru oftast þurrastar. Með mjóan hníf og sting svona bara vel í hann, bara eins og fólk er vant við að gera kannski við lambalæri. Ég er hérna með tilbúið kryddsmjör sem ég er búinn að setja aðeins inn á frost, bara aðeins til að herða. Tek endan af. Svo það kemur á frostinu þá er þetta orðið svona harðir stilkar sem er auðvelt að stinga í götin. Svo þá bara brýt ég litla og reyna að tróða eins mikið við get inn í götin og þá er smjörið komið inn í bringuna og það er nákvæmlega það sem við viljum hafa. Svo náttúrulega líka lekur það niður og yfir og gefur gott og fallega áferð. Við ætlum líka að tróða þetta inn í þetta hvítlauksbátum og salvíu. Svo þá fer það bara einn hvítlaukur, ein salvía og ýtist smjörinn lengra inn í. Svo þegar maður er búinn að fylla
vel af salvíu og hvítlauk, alveg eins og maður vil hafa það. Þá er það náttúrulega salt og pipar. Vel af salti og vel af pipar. Það er grunnurinn. Það er vel af salt og pipar. Og það eru ferskar kryddjurtir og framandi brauð. Þetta var nálgast. Ég ætla að setja hann í ofninn 150 gráður í byrja á svona klukkutíma til að fá hann aðeins litaðan og á hverju hálftíma fresti ætla ég að ausa aðeins smjör yfir og þá fyrir smjörið ofan í götin sem við gerðum og gera hann einstaklega ljúfan og mjúkan. Það má alveg setja eitthvað fleiri kryddi ef fólk vill en maður verður að passa. Þetta er svona klukkutíma á lækka maður hitann. Leyfir honum að dóla á svona 120 gráður. Þangað að lærin er laus við allan blóðsafa hérna og bringurnar eru ennþá aðeins mjúkar. Ef við tökum háan hita þá eru meiri líkur að við eyðileggjum bringurnar og það viljum við ekki gera. Svo ég ætla að setja þetta í ofninn. Jæja, það vantar ekki lúxusinn. Heil smjörsprautaður kalkúnn sem var í rauninni bara stunginn með smjörnálum. Ég setti vel að smjöri yfir á hálftíma fresti. Ég er búinn aðeins að dúlla kringum hann. Þetta er búinn að taka 3 tíma en ég held þetta þessi virði. Ég vona að þið getið njótið eins og ég að vera með mjúkar bringur og safarík læri. Það er það sem við erum að leita að. Ég segi bara gleðilega hátíð.